ba io vidi shishit ele com bicheiro chegou e já di aroste já chegando mero. Helenu Eyjólfsdóttur söngkonu þekkir þorri landsmanna, enda hefur hún verið áberandi í tónlistarlífi þjóðarinnar í áratugi. Listi dægurlaganna sem Helena hefur sungið orðinn langur, enda var hún sæmd árið 2010 riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu fyrir framlag sitt til íslenskrar tónlistar. Og Helena hvergi nærri hætt. Hún nú að gefa út sína fyrstu sólóplötu og síðar í þessum mánuði syngur hún á tvennum tónleikum á Græna hattinum á Akureyri. Þetta eru tónleika til heiðurs Ingimari Eydal sem hefði orðið áttræður 20. október. Helena var aðeins 12 ára gömul þegar hún söng inn á plötu í fyrsta sinn, 2 jólalög og hún man vel eftir upptökunum. Það var tekið upp í Dómkirkjunni í Reykjavík og Páll Ísólfsson spilaði undir og ég horfði svo á eyrun á honum. Ég hef aldrei séð mann með svona stór eyrun. En þannig að ég náttúrulega var bara barn, ég var 12 ára gömul og við þurftum að taka þetta svolítið oft vegna þess að það heyrðust hljóð inn í kirkjuna frá bílum sem eyðilögðu upptökurnar, en þetta tókst nú á endanum. En hvernig var nú fyrir 12 ára stelpu að syngja inn á plötu? Veistu það, ég held ég hafi nú ekkert hugsað þetta þannig. Mér fannst þetta bara ósköp eðlilegt. Ég var búin að vera að læra söng hjá Guðrúnu Pálsdóttur sem var söngkennari í Melaskóla og þau höfðu sín samráð, hún og Tage Amendrup sem var íslenska tóna, að ég myndi syngja þessa jólasálmennaplötu og þetta var mér að segja 78 snúningaplata. En síðan líða 4 ár og lagið Ástarljóð kom út á plötu sem var nú aldeilis frægt. Já, þá var ég fann að syngja dægurlög og þetta söngi með Neotríóinu sem var mjög vinsælt í gamla daga. Þú hefur sungið með mörgum hljómsveitum. Já. Eftirminnilegasta hljómsveitin sem stendur svona upp úr? Já, það náttúrulega þessar hljómsveitir svona undir að síðasta. Hljómsveit Ingimars Eydal í 9 ár, alveg samfleytt í Sjallanum í 9 ár. Og svo hljómsveit mannsins míns, Finns Eydal, sem við ferðumst allt land og spiluðum og sungum og það stóð líka í langan tíma. Þetta svona það eftirminnilegasta. En núna þú að ljúka við þína eigin plötu, sólóplötu? Já, hugsaði þér. Mér langaði einhvern veginn bara svo til að enda ferilinn á því að gera sólóplötu. Ég hef aldrei gert það. Ég tek ekki með þessar plötur í gamla daga sem voru 2 lög, 4 lög, eitthvað svona. Þannig að nú þetta bara sennilega 11 laga plata með alls konar lögum. Flest eru þau alveg ný, sum eru gömul með fallegum textum. En eitt lag hef ég á plötunni sem hefur fylgt mér alla tíð og það Í rökkró. Það eina gamla lagið á plötunni. Ertu búin að ganga með þessa fyrstu plötu þína lengi í maganum? Sko, það eru 3 ár síðan að Jón Rafnsson hringdi í mig. Hann vildi gefa út þessa plötu og fór að ræða þetta við mig. Og svo þróaðist þetta svona bara hægt og rólega. Þannig að, en nú upptökum að ljúka og þarna við vonum bara að þetta getur komið út núna bara seinni þessu mánuði eða byrjun nóvember. Hann sér í anda tvær hvítar hendur. Og Helena ekki bara að gefa út sína fyrstu sólóplötu. Hún með mörg járn í eldinum. 21. og 22. október verða haldnir tónleikar á Græna hattinum á Akureyri til heiðurs Ingimari Eydal sem hefði orðið áttræður 20. október. Við gerum þetta í vor og það var alveg geysilega góð stemning hérna, 2 kvöld í röð. Margir sem ekki komust að, svo þá nú tækifæri þetta fólk að koma. Það bara svo gaman hvað þetta fólk hefur ánægju enn að hlusta á þessu gömlu lög og syngja með og skemmta sér. Og þetta bara, sum þeirra eru bara alveg greift inn í huga fólks og mjög, mjög skemmtilegt. Gaman að syngja fyrir Akureyringa? Mjög svo, það það. Og þarna væntanlega verða öll helstu lögin?
Þarna verða helstu lögin, já, og svo erum við líka með nokkuð lög sem hafa ekki mikið heyrt og það líka gaman. Og hljómsveitarstjórinn á heiðustónleikunum segir að öllu verði tjaldað til. Já, það verður reyndar öllu tjaldað til. Við ætlum að rifja upp svona skemmtilegustu og bestu lögin sem að hljómsveit Ingimar Seydal hljóðritaði og þetta nú frá árunum 1965 til 72 og þetta eru hátt í 30 lög sem við ætlum að rifja upp og þetta verður bara frábærlega skemmtilegi tónleikar. Þetta eru lög sem að allir kannast við, sem að vaxnir eru úr grasi, getum við sagt. Já, hvert og eitt einasta má segja. Það er ekkert lag þarna sem að, nei, fólk hefur ekki heyrt í rauninni. Hvers vegna urðu lög hljómsveitarinnar að þessum dæguperlum sem að rauninni varð? Já, þetta er náttúrulega mjög skemmtilega línur og textarnir segja margir hverjir skemmtilega sögur og þetta hefur svona, var, já, þjóðin bara syngur þetta alveg hreint út í eitt. Hvað segir þú, hvers vegna urðu lögin svona vinsæl? Bara það er svo einfalt, þau eru svo skemmtileg og það er svo mikið gleði í mörgu þeirra og svona, já, góðir textar, svona kersknir textar oft og svona skemmtilegt bara. En á þessum hátíðar tónleikum verður lögunum eitthvað breytt eða verða þau upprunaleg? Já, við höldum okkur mjög mikið við upprunalegar útsetningar og sem það er erfitt að breyta þeim því að þetta eru bara frábærar útsetningar og sem Ingimar og félagar gerðu og við höldum okkur mjög mikið við þessar upprunalegu útsetningar. En hljómsveitin, er hún stór? Hljómsveitin sjálf eru 6 manns og svo eru sjálfsögðu syngja Helena og Þorvaldur, þannig að við erum 8. Og sem sagt öllu tjaldað til? Já, öllu tjaldað til og þetta verður bara frábært. Hafið þið verið lengi að undirbúa þessa tónleika? Já, við vorum með tónleika hérna í vor líka á Grænahattinum og tókstu virkilega vel og góð aðsögn hjá okkur og við ætlum að endurtaka leiki núna 21. og 22. október. Er tilhlökkun hjá þér? Já, það er það. Ég get ekki neitað því. Sér hann gjast mjög dregur frá, lótti bónda mér segja.